Flutningur varma og enn slóðin þarna efst. Það sem þú átt að vita flutning varma að varmi ein mynd orku og það reyndar ágætt að vita að varmi í raun og veru ekkert annað en hreyfiorka því að varmaorka verður til þegar sameindirnar í hlutnum hreyfast. Þannig að mætti alveg færa rök fyrir því að varmaorka ætti í sjálfu sér ekki einu sinni að vera til sem sjálfstæð orka heldur bara sem ein útgáfa af hreyfiorku. En við höfum það samt þannig að varmi ein mynd orku og flestir nú sammála að það sé eðlileg skilgreining. Og það mjög gott að þú vitir á prófinu að varmi það sem á ensku kallað heat. En hiti það sem á ensku kallast temperature. Það merkilega að þetta ekki endilega sjálfgefið. Það ekki sjálfgefið að maður átti sig á því að varmi það sem englendingar kalla hita í raun og veru. Og hiti það sem við köllum hitastig. Þannig að hiti í raun sami hlutur og hitastig og varmi orkan, hitaorkan. Það sem þið að vita að hlutur sem heitari og hefur þar alveg hærra hitastig en annar hlutur getur samt innihaldið minni varma heldur en kaldari hlutur. Og ég sendi slóð á myndband þar sem þetta var sýnt ágætlega með kaffibolla og fötu. Ef þú hefur sundlaug eða eitthvað eða bala og hellir sjóðandi heitu kaffi í balan þá hitnar balinn samt minna heldur en ef þú hellir í hann heilli fötu af aðeins kaldari vökva. Það vegna þess að orkan í kaffibollanum minni vegna þess að það einfaldlega miklu minna af vökva í bollanum. En ok, því að þekkja þessa þrjár helstu aðferðir hvernig flytja má varma á milli staða. Auðvitað mætti líka halda því fram að hægt var að flytja varma á milli staða bara með því til dæmis að taka heitan hlut og halda honum yfir einhvern annan stað. En hér erum við að tala um svona eðlisfræðilega, hvernig varmi flyst sjálfkrafa á milli staða. Og það eru þrjár leiðir og því að þekkja hverja aðferð. Varmaleiðingu, varmaburð og varmageislun. Kynnið ykkur þessar þrjár aðferðir allar og verið skýr á þeim og muninum á þeim. Muninum á varmaleiðingu og varmaburði, muninum á varmaburði, varmageislun og öllu þessu innbyrðis. Og takið til dæmis sérstaklega eftir því að varmaburður gerist bara í straumefnum, það að segja vökvum og gastegundum. Varmageislun eina útgáfan af þessu sem getur flutt varma geiminn. Þið að læra tengsl varma og eðlisþyngdar, hvernig breytist eðlisþyngd hlutar þegar hann hitnar. Og þið að vita varmageislunin, þriðja aðferðin. Varmageislun ein tegund af rafsegulbylgjum og þið að vita hvaða partur af rafsegulrófinu hvar varmageislunin á heima. Og svo í lokin, það kannski pínlítið snúið fyrir ykkur að svara þessari spurningu en þetta útskýrt í lokin og þið þurfið bara aðeins að pæla. Hvers vegna eru hitabrúsar glansandi? Hvers vegna eru þeir ekki svartir eða hvítir? Og það útskýrt þarna í blálokin.